uppáhaldsframlið í gegnum tíðina sem þú fylgst með sem að já, svona uppáhaldið á þér? Já, það er auðveld spurning. Það er gullaldaliði svokallaða sem að vann hvern titilinn á fætur öðrum á 9. áratugnum. Það er mitt uppáhaldsframlið. Og hvað var svona, þú veist, hvað var við þetta lið sem að? Já, náttúrulega bara fyrst og fremst spiluðu skemmtilegan fótbolta og svona þennan reita bolta sem að hefur oft verið tengdur fram svona í gegnum árin og náttúrulega bara árangursríkan fótbolta, unnið fullt af titlum og var gaman að koma á völlinn og var alltaf fullt af fólki. Fyrir svona þá sem ekki þekkir kannski til, geturðu nefnt svona hver var að þjálfa lið og hverjir voru aðalmennirnir og svona hvernig þetta gekk fyrir sig allt saman? Já, Ásgeir Elíasson var þjálfari á þessum árum og aðalmennirnir í liðinu voru ekki að segja Pétur Ónslev var fyrirlið allavega svona seinni partinn svona þegar ég var farin að fylgjast með og þarna voru fleiri menn eins og Gummi Steins og Birkir í markinu og fleiri góði menn. Þetta var lið sem spilaði skemmtilega knattspyrnu og lagði svolítið áherslu líka á sóknina. Já. Það voru alveg fjölmargir markaskorarar sem þekktu markaskorarar. Já, það voru náttúrulega fyrir svona fyrri partinum, maður kannski man það ekkert svona sérstaklega vel sjálfur, þá voru náttúrulega Gummi Torfa setti markamett og þarna voru náttúrulega Rikki Daða og fleiri sem komu síðan upp svona undir lokin á þessu tímabili. Þannig að þetta var hörku sóknarlið. Og tölvöld margir líka af þessu gullaldariði sem fóru út í þjálfun á einhverju tímapunkti. Já. Alveg að. Já, ég hef bara spilað undir stjórn nokkura, Gummi Torfa og Pétur Ónslev í nokkra leikjum og svo var Kristinn Rúnar þjálfaði okkur í 3 ár líklega. Já, og Steinar síðan. Og Steinar Guðgeirs. Og Jón Sveinsson var náttúrulega aðstoðarþjálfari Já. Þannig að þeir hafa margir farið út í þjálfun. Já. Hvað með kannski af þeim liðum sem þú spilaði sem 96, ekki? Já. Hvert er þitt uppáhaldslið? Þetta var verið svona svolítið tímabiljum sko? Já. Það er kannski 2 lið. Það er svona liðið núna undanfarin 2-3 ár. Þá hefur gengið mjög vel og það hefur mjög gaman að taka þátt í því. Gaman að spila í Evrópukeppni og vera svona í efri hluta deildarinnar. Þó við höfum kannski ekki alveg komist í titilbaráttuna svona á neinni alvöru ennþá. Þannig að það væri svona annars vegar og svo hins vegar liðið upp úr aldamótum. Svona 2001 var skemmtilegt tímabil þar sem við björgum okkur á falli í seinni umferð með að vinna nánast alla leikina. Og þá vorum við svolítið margir að spila sem höfum spilað saman upp yngra flokkana. Með svona reynsluboltum eins og Gústa Kilva og fleiri góðum svona með okkur. Einhver eftirminnileg stund úr þessum fallbaráttuslag nánast í hálfan áratug? Já, þetta var náttúrulega bara orðið svona frekar þreytt undir lokin sko. Ég man að við einhvern tímann held að við tapaði í síðustu umferð á móti Keflavík 6-1 eða eitthvað en samt haldið okkur uppi, þá var þetta orðið fínt. Líklega orðið gott sko. Já. Þannig að já, það er svona þessi 2 lið kannski svona sem eru hvað skemmtilegust.